Verið velkomin í Game TV svarar, en í þessu lið þá tökum við bréf frá áhörundum okkar. Þeir eru að senda tölvöld mikið af bréfum inn og þið getur gert það líka. Og við ætlum að velja hérna bara eitthvað bréf úr þessum bunka hérna og ég ætla að finna þetta. Já, en það komið eitt bréf og þetta bréf frá Mariusi Karlssoni og það er bara ég heiti Marius Karlsson eða Super Marius eins og vinur mín kalla mig. Það er þetta mjög gott. En hann spyr, hverjir eru uppáhaldsleikirnir þínir, Óli fucking Jóels? Og ég náttúrulega eldri en sólin, þannig að ég með ansi breytt bil í leikjum, en Marius, ég skal segja það. Ég skal fara yfir topp 5 leikina sem mér finnst hvað bestir yfir ævina. Nú, í 5. sæti yfir uppáhaldsleikina mínum er leikurinn Manic Miner. Þetta er leikur sem kom út á Sinclair Spectrum árið 1983 og ég festi til honum. Þetta voru þarna nokkur borð, þetta var svona plattformleikur, einn af þeim fyrstu á Sinclair Spectrum og þetta var rauninni fyrsti leikur sem ég keypti mér og ég keypti hann á kassettu. Ég veit ekki allir hvað kassetta er en það er svona spóla með einhverju bandinni og þetta var super cool sko. Nú í 4. sæti yfir þá leiki sem að ég fíla mest yfir ævina, það er leikurinn Ico eða ICO sem kom út á PlayStation og það var bara eitthvað svo heillandi við hann. Ég bara mann þegar ég byrjaði að spila hann, þetta er svona leikur sem allt svona snýst bara umhverfið og andrúmsloftið og ég var einhvern veginn bara fáralega heillaður þegar ég datt inn í hann leik. Þannig að hann er í 4. sæti. Í 3. sæti er það Final Fantasy 7 sem ég spilaði. Hann kom nú út árið 1997 og var að spila í PlayStation 1 og ástæðan fyrir mann svona vel eftir honum er að ég fekk eintak nokkrum vikum áður hann kom út en það var amerískt eintak og virkaði bara fyrir ameríska sjónvarpskerfið en ég var með evrópskt sjónvarp og evrópska tölvu þannig að ég var að spila hann í svarthvítu þannig að þetta passa ekki vel saman en mér þótti leikurinn það góður að ég kláraði Final Fantasy 7 í svarthvítu og það var telji vera afrek allavega á þessum tíma því að það var nú flest í lit á þeim tíma. Þannig að Final Fantasy 7 er í 3. sæti. Nú í 2. sæti þá var það leikur sem að náði mér algjörlega líka frá byrjun. Það var God of War 1, fyrsti God of War leikurinn. Ég man ennþá þegar ég fékk hann senda frá Sony aftur, svolítið fyrir útgáfu leiksins, sett hann í tölvuna og ég var bara heltekinn. Ég bara vann ekki marga daga. Ég var bara að spila leikinn aftur og prófa allt og þetta var náttúrulega bara einn af bestu leikjum sem ég bara nokkuð tíman upplifað. Nú svo í 1. sæti þá er það leikur sem er reyndar líka svona hluti af þekktri seríu í PlayStation svona fjölskyldunni. Það er leikurinn Uncharted 1. Og ástæðan fyrir ég vel Uncharted 1 auðvitað er Uncharted 4 svona flottasti leikurinn en Uncharted 1 hann bara hafði þessi áhrif á mig. Flottur karakter, Nathan Drake, hann náði einhvern veginn til manns Indiana Jones í tölvuleik. Þannig að það er svona vinsælsti leikurinn að mínu viti eða svona uppáhaldsleikurinn minn, það er Uncharted. En svona í dag er ég mest að spila leiki eins og Call of Duty, Battlefield 1, Destiny og FIFA. En þetta er svona leiki sem ég gennum tíðina hafa haft einhver áhrif á mig. Þannig að ef þið hafið ykkur svona leiki sem hafa áhrif á ykkur þá endilega smellið bara niður í komment hérna fyrir neðan á Facebookinu okkar og segja okkur hverju ykkar uppáhaldsleikir.